Já, góðan daginn og velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi. Nú, eins og venjulega þá erum við að ræðum fangelsmál og við ræðum allar hliðar fangelsmála, hvað erum við að gera rétt og hvað erum við að gera rangt og hvert stefnum við í þessum málaflokki. Í þessum þætti þá ætlum við að ræða Guð og er Guð í fangelsunum og starf fangaprest og trúmál fanga. Og til að ræða þessi mál þá er komið tíminn fangapresturinn, Guðrún Óskarsdóttir, Sigrún Óskarsdóttir fyrir ekki, sæl Sigrún. Sæl. Er Guð í fangelsunum? Sko, mín trú er algjörlega einlæg að Guð er allstaðar, þar sem við erum og sannarlega í fangelsunum líka. Hvað nú tekur þú við sem nýr fangaprestur í, 2019 eða ekki? 2020, sko, 1. mars, þetta var mjög dramatist, þetta var bara svona akkurat þegar allt var að skella í lás ekki bara í fangelsunum, heldur allstaðar. Já, þannig að þú tekur við hann sér að Hreini á konu sinni, sem var mjög lengi. Já. En hvað var til þess að þú sækjur þetta starf? Og hvað svona, hvað hefur hugsað með starfið að fá út úr því? Já, það er náttúrulega bara, það að vera prestur er eitthvað sem við, kannski erfitt og flókið orð en þessi köllun sem er bæði svona innri og ytri köllun og ég er búin að vera prestur lengi í 25, næstu 30 ár og svo gerði ég svolítið hlé á þeirri þjónustu og fór að vinna, var að vinna meðal annars í útfararstofu en það var bara svona mjög sterkt þetta að ég held að ég nýtist best sem prestur og það er bara mín menntun og mín reynsla og mjög fljótlega eftir ég vígðist 91 þá fann ég að mig langaði að fara í sálgæslunám og horfði svolítið til sjúkrahúsanna og þá tók ég þetta sérnám og fór til Noregs að læra þar og bjó í 6 ára í Noregi og lærði sálgæslu og það er meðal annars ein af kröfunum sem er svona sett sem æskileg í þessum sérþjónustu embættum sem eru á sjúkrahúsum og stofnunum, fangelsum, prestu fatlaðra og elliheimilum og víða. Og það var svolítið aðdragandi að þessu. Ég fór á ráðstefnu með góðum vinum og félögum og guðfræðadeildinni í Minneapolis í predikunarfræðum 2019 og þá bara fann ég mig langar svo að fara aftur, koma aftur í þessa þjónustu en mér langar ekki að vinna í söfnuði, svona hefðbundnum söfnuði. Ég hef nokkuð langa og góða reynsla því að mér langaði eitthvað öðru í þjónustu og þetta svona leiddi eitt af öðru og svo bara eftir langan og farsan feril hjá sér að Hreini að þá opnast þarna þessi leið og mér fannst þetta bara alveg ofboðslega spennandi. Mér finnst þetta er náttúrulega mjög krefjandi, þetta er öðruvísi, þetta er annar heimur og ótrúlega gefandi. Þannig að mér fannst spennandi að láta það á reyna og ég sé ekki eftir því. Já, ég man að þegar þetta ferli var í gangi og umsóknarfresturinn var liðinn og við vorum að fangar auðvitað ræða þetta og er að pæli hver verður næsti fangaprestur og það leið svolítið langur tími samt þegar var búið að ákveða held ég loksins. Ég held að, mér minnir að við höfum farin að reka á eftir því held ég, maður farin að senda pósta, hvað er ekki að fara að koma prestur? En ok, þú eins og sagðir þá byrjar á bara COVID-tíma sem er væntanlega lita starfi svolítið bara allan tíma sem þú ert búin að vera að vinna. Í raun og veru meir og minna sko og í svona einhverju samblanda, ég bæði svona mikil tillökkun að takast á við nýtt verkefni og svona óþreyjufull og svona ákveðin afneitun líka. Ég byrja 1. mars, ég var enda búin að fara einu sinni bara að því að var búið ákveða að ég fengi þessa þjónustu, þá var ég búin að fara upp á Hólmsheiði bara í eitt svona verkefni og ég fór á Hólmsheiði, fór á Sogn og Litlahraun fyrstu vikunni mars og sagði allstaðar bara, svo sjáumst við næstu viku. Ég bara svo, auðvitað vissi ég einhvers staðar, það var einhvern veginn alltaf lokast en ég bara trúði ég svo sterkt að þetta yrði samt ekki svona, en hver átti von á þessum ósköpum sem við erum náttúrulega búin að verða vitni að. En hvað var þér hent bara í djúpulaugina eða fékkst eitthvað, þú ert náttúrulega bara að byrja
veist, ný, Já. fór heitt með þér eitthvað eða, Nei, hann var komin í annað starf, Já. sko, og hérna, já, þetta er svolítið djúplaug sem að maður þarf að fara þarna í og ég náttúrulega, sko, ég var heppin að sumarið opnaði svolítið vel. Þá gat ég farið oft og víða og kynnt og það var að því að auðvitað nota ég síman svolítið til að tala við fang og það er bara eins og við vitum, bara eins og við tölum saman á tölvupósti og í síma og svo þegar við erum búin að hittast þá er alltaf öðruvísi að senda næsta póst eða ringja næsta símtal að þegar maður hefur andlitið og allt þetta. Þannig að ég hitti svo marga hann í sumar. Já, hvernig hafa fangarnir tekið? Bara yfirleitt mjög vel. Mér finnst þetta bara, ég hef svona fer gjarnan á vinnustofuna þar sem ég hittir svona fleiri og í þvottahúsið og svona og fæ alltaf gott kaffi og gott spjall og svo náttúrulega það er það sem ég er kannski mest óþreyju full með að vera með helgihaldið. Ég kynntist því aðeins í sumar hvað það er ótrúlega gefandi, þetta er svo öðruvísi en talandi mitt sko hvort að Guð er allstaðar, sko, að kirkjan er líka einhvern veginn allstaðar og að bara breyta íþróttahúsinu á Litla-Hrauni í kirkju er ótrúlega fallegt og bókasafninu upp á Hólmsheiði, þannig að, og svo bara matsalnum á Sogni, þetta er allt kirkja. Það ég man vel hvernig þetta er gert, þeir gera þetta á engri stundu, setja svona svart, það er svona tjöld og breyta þessu reynilega bara í kirkju. Já. En hvað, en svona fangahópurinn almennt, finnst þér hann vera svona svolítið trúaður eða? Já, ég hef átt svo óbúslega spennandi samtöl, við erum náttúrulega, það er góða við að vera prestur að það er ekkert sko skylda að tala endil trúmál eða Guð, en það leiðist mjög oft umræðan í það og ég hef átt alveg ótrúlega bara djúp og skemmtileg samtal trú og átt einlega bænastundi líka sem er ótrúlega gefandi og sterkt að upplifa og mér finnst svo flott að þú skuli kalla þættina eina frelsi er yndislegt að því að fyrir mér er það svo mikið frelsi, það er auðvitað svo mikið ófrelsi að þú tekin úr samfélaginu en einhvern veginn þegar hægt er að frelsa hugan með til dæmis bæninni og trúnni að það er svo mikið frelsi þar sem einhvern veginn er ekki hægt að loka inni. En hvernig finnst þér vera munur á milli fangilsana til að sinna þessari þjónustu? Er það erfiðara í ákveðnum fangilsum eða finnst þér hópurinn vera þyngri kannski í sumum fangilsunum eða hvernig er? Nei, þetta er náttúrulega mjög ólíkir staðir en nei, mér finnst einhvern veginn, það er einhvern veginn þetta með að hitta fólk er bara alltaf svo áhugavert og stundum er þetta bara rosalega erfiðar aðstæður og við erum að tala flókin mál og þetta eins og bara er alþekkt að þetta eru gríðarlegar áfallasögur hérna bakvið mjög marga sem eru þarna og fjölþætt vandamál. En ég myndi ekki binda þess stað frekar heldur en að mér finnst sko, það er svo margt kunnulegt í þjónustunni sama hvar maður er. Já. En nú er fangahópurinn stór og mikill og misjafn og hvernig tekst þér að ná til kannski annara sem að aðhyllast aðri trú en kristni? Sko það hefur náttúrulega bara svo lítið reynt á það og kannski erfitt fyrir mig að dæma en það finnst mér líka að vera gott að vera prestur í þjóðkirkjunni og þar gerum við einhvern veginn ekki ef að fangar vilja tala við mig alveg sama hvort þeir eru aðhyllast einhverju trú eða engri eða að þá er sko þjónustan svo að setjast og eiga sálgæslu samtali eða bara venjulegt samtal maður og mann, það er alltaf í boði. Þannig að kannski þeir sem eru trúlausir eru jafnvel að tala við þig líka? Algjörlega, sko það er alltaf velkomið. Já, en er einhver aðstaða í fangelsunum, aðstaða til að iðka trú eða biðja eða er eitthvað slíkt eða? Annað en þessi sem er sett upp, svona pop-up Já, einmitt, sko, það er eitthvað sem að ég myndi gjarna vilja sjá að væri betur staðið að. Já, mér langaði að spyrja, var þetta bara starf fangaprest? Er það úrelt hugmynd? Eða ætti það að vera á hendi kannski einhverja sérfræðinga eða hvað finnst þér? Sko,
ég væri náttúrulega ekkert í þessu starfi nema því að ég tel að það skipti ykkur máli og tel að það gerir gagn og mér finnst svo, það er alltaf verið að minna okkur á það sko að á örlega stundum að þá er þetta svo oft þannig að þá og fyrir okkur sem Íslendinga það sem að ennþá er jú þjóðkirkja er bara eðlilegt að þessari þjónustu sé sinnt af þjóðkirkjunni finnst mér. Og það er svona ákveðnir hluti sem að ég held að einmitt sko að hérna auðvitað er bara því fleiri sérfræðingar því betra en ég held að þessi viðbót og þessi vít hún er bara mjög mikilvæg og að sinna þessari trúar þörf og ég held að skipti bara mjög miklu máli. Og mér finnst líka bara einmitt gott að koma, auðvitað kem ég sem einhvers konar sérfræðingur á mínu sviði en það er bara ótrúlega frelsandi að vera einmitt, sko ég er hvorki að dæma en ég greina. Ég er þarna bara sem samferðamanneskja svolítinn spöl og hefur auðvitað minn trúarlega bakgrunn. Einmitt. En hvað nú eru fangelsinn, 4 í dag? Eða ekki, jú. Og ertu að fara í öll fangelsin? Já, sko það er náttúrulega bara það sem að ég... Já, þetta er COVID, já. Já, það eru auðvitað bara svona landfræðilega er það auðvitað þessi 3 hérna á Suðurlandinu sem er og bara bæði stærðarinn og landfræðilega þá er auðvitað eðlilegt að þar er bara stutt og auðvelt að komast á milli. Já. En stefnan og það hefur bara ekki gengið út á COVID að fara minnst kosti einu sinni í mánuði vestur á Kvíabryggju. Það vonandi breytist á næstu dögum. Já, eitthvað. Vonandi, trúið. En þú myndist á sálgæslu. Hvernig getur sagt okkur eitthvað frá svona sálgæslu hlutverki eins og þegar kemur að aðstandendum og föngunum sjálfum? Já, sálgæsla er náttúrulega fyrst og fremst þetta sem einmitt sko að vera manneskja samferðar svolítinn spotta, oft á í gegnum einhverjar krísur eða erfileika. Og besta ráðið, það er oft þetta einfalda sko, að muna alltaf að ég er með 2 eyru og 1 munn, að hlusta og hlusta og hlusta, því að stundum er það bara það mikilvægast að segja frá áfallinu eða þessum erfiðri reynslu aftur og aftur og aftur. Það er einhvern veginn bara leið og getur talað það, að þá losar eitthvað og svo færðu speglun og svo náttúrulega þeir sem að eiga sína trú að fá fyrirbæn og ég er auðvitað með minn bænalista bara og auðvitað biðja alltaf fyrir öllum föngum og starfsfólki fangelsana. En svo er það svona sérstök nöfn sem að ég er með í bókinni minni og bið alltaf fyrir þeim sem að óska eftir því eða ég bið upp á. Og svo hafa aðstandendur alltaf, það er mjög auðvelt að ná í mig og fá að hitta mig. Ég er með skrifstofunni í Grensáskirkju og þar getur fólk komið og hitt mig. Þannig að aðstandendur eru að hringja í þig og jafnvel fangarnir líka? Já. Finnst þér að mætti vera meira trúarstarf í fangelsunum eða er það hægt? Eða? Það er örugglega hægt sko. Mér finnst það er einhvern veginn svo ótímabært fyrir mig að segja mikið mér finnst allavega að þessar helgistundir sem ég hef verið með þarna eru svo gefandi og það eru líka bara svo skemmtilega, það er svo skemmtilegt fólk og það er svo mikið sungið og það er bara svo góð stemning að sko ég hlakka til þegar það fer einhvern veginn á fullt aftur að sjá og ég held að sé bara ýmsir vaxtarmöguleikar eins og ég var með bara 1 námskeið í Kyrðabæn sem er aðferð sem er sko kalla svolítið á við það sem er mikið nota núna. Það hefur náttúrulega verið hugleiðsla heilmikið og núvitundarnámskeið og það er bara þetta að reyna að finna þessa kyrru sem við erum kannski öll að leita að og það er leið frelsi til þess að vera í kyrðinni og finna þessa slökun og ró. Þannig að það er eitthvað sem ég vona líka geti vaxið og veit að það hefur verið mjög mikið notað sérstaklega í Bandaríkjunum og svolítið er ég að setja í rúms á Norðurlöndunum þessi aðferð kyrðabænarinnar. En nú eru páskarnir í liðnir. Það hefur endilega ekki tekist að vera með helgistund eða neitt slíkt. Hvernig hefur þetta verið eitthvað rafrænt eða eitthvað? Já, það hefur verið rafrænt sko. Ég fyrra þá var ég náttúrulega bara nýbyrjuð þegar fyrstu páskarnir eftir að ég tek við og KK tónlistarmaður var með mér þá. Og svo var ég búin að fá hana Leiló til þess að hún var búin að samþykja að koma með mér á páskamorgun og fara á milli staða. Og ég hugsaði með mér sko, jú, það er kannski hægt
að fara aftur í að senda rafrænt, en ég segi bara þetta, við erum á lokasprettinum Já, og hún ætlar að koma með mig bara um leið og opnast aftur. Guð leyfir. Já, bara einmitt. Já, það er allan vonandi að það verður hægt að halda jólin og Já. svona eins og það hefur Þetta er verið. bara, Að já. fá Bubba og alla þessar rithöfundar sem hafa verið að koma Einmitt. líka. Auðvitað, sko. Þetta er alveg nöðsilegt. Þetta er bara Og- tími sem að er okkur öllum svo mikilvægur og ég er svo margir sem að sækja mitt í bara æsku minningar, einhverja svona einmitt, það sem er eitthvað. En ég man að ég held ég hafi mætt á allar helgistundir sem voru í boði Já. á þeim tíma. Það var líka bara, bæði til að mæta og maður var vanur þessu og þegar maður var yngri kannski að hlusta á þetta í útvarpi og fleira, þannig að maður mætti alltaf. Já. Og þetta braut líka upp daginn og annað slíkt, sko. Einmitt. En nú ertu búin að vera í fangelsismálunum. Hvernig lítur á réttarvörslukerfið eða fangelsiskerfið? Hvernig sérðu það svona eins og það kemur fyrir hjá þér? Já, það er náttúrulega bara alltaf aftur og aftur þetta, sko. Þetta er náttúrulega, ég bara kem einhvern veginn inn á svo skrýtnum tíma og bara full af áhuga og langar svo til þess að sinna minni þjónustu. Þannig að það er einhvern veginn, ég bara einhvern veginn er ekki, sko, ég er ekki búin að sjá alveg hvernig þetta fungerar, sko, nema bara svo litlu leyti. Og það verður líka svolítið sjálfhverft að því að mér langar svo að koma að mínu, eins og til dæmis þetta að vera með helgistundir, vera með kyrrðabænunámskeið, en það hefur allavega verið afskaplega vel tekið í allar hugmyndir og ég hef aldrei mætt svona bara já, nei, því miður, sko, og það finnst mér svo gott, sko, að við bara setjum upp einmitt, eins og þú lýsir bara á nokkrum mínútum, þá bara breytum við þessari aðstöðu í kirkju og þannig að og eins og í sumar, það var svo gott veður og þá færðum við okkur út til dæmis í garð og það var einhvern veginn ekkert mál. Þú veist, það logaði kertunum úti, það var svo fallegt, sko. Þannig að allavega það hefur aldrei verið vandamáli, sko. Mundirðu segja að Jesú var í holdgerfingur fanga? En hann dó nú við hlið tveggja og var í haldi. Já, einmitt. Þetta er athyglisverð pæling. Hann er náttúrulega bara, sko, mér finnst við geta öll speklað okkur í honum. Og mér finnst það svo gott. Sama hver við erum, sko, og einmitt. Og hann fer í þessa brjálaðislegu þjáningu sem er svo óhugsandi, sko. Hann hefur verið þar. Og svo fer hann líka, sko, inn í hennan helli. Hann er settur þar þegar hann er dáinn. Og svo fer hann út. Og mér finnst það einhvern veginn alltaf að segja þetta. Ekki vera inn í hellinum, heldur skaltu fara út. Og það er heldur bara skilabóðin til okkar bæði það að við ekki til dæmis að vera, ekki að ég sé að segja kirkjurnar séu okkur hellar, en við að fara út úr kirkjónu líka og búa til kirkju í fangelsunum ef að fólkið er þar, á spítulunum og bara út í náttúrunni, þú veist. Þannig að ég held að við getum alveg sama hver við erum, við eigum að geta spekla okkur í því að vera holdgerðingar Jesú. Myndirðu segja að fólk var vont í grunninn? Sko það er ofboðslega áskorun finnst mér alltaf í lífinu að horfast í augu við fólk og hugsa bara þú ert skapaður af Guði og Guð skapaði þig í sinni mynd. Svo sér maður öll andlitin og allt fólkið og allt þetta. Mér finnst það bara vera áskorun alltaf að sjá Guðsmyndina. En með fyrirgefninguna, finnst þér að allir eigi rétt á henni? Fyrirgefningin alveg ofboðslega stórt og flókið bara sko fyrirbæri. Ég veit ekki hvort að mér finnst hugtak einhvern veginn ekki ná utan það. Og fyrirgefningin er svo ofboðslega djúp og hún er svo mikil og mér finnst hún eiginlega sko fyrir mig sem mjög trúaða manneskju að þá finnst mér einhvern veginn stundum eins og það sé bara Guð sem geti fyrirgefið. En mér finnst ofsalegu grundvöldu líka að fólk biðjist fyrirgefningar þegar það hefur gert eitthvað á hlut annarra mannesku. Mér finnst það byrja oft þar, sko, mér finnst til dæmis krafan að fyrirgefa fólki sem hefur alls ekki biðist fyrirgefningar. Mér finnst hún ofboðslega stór og eiginlega skrítin. Þannig ég einhvern veginn endaði, ég er búin að spá svo mikið í þetta, endaði bara að það er bara Guð sem getur fyrirgefið. Nei, ég svona verið að hugsa þetta líka bara að því að umræðan í samfélaginu er oft þannig að þessi maður hefur aldrei iðrast. Okkur er hann að koma hérna
og þannig að svona þetta er hlutur sem við hugsum oft og mín skoðun er auðvitað að menn eiga ekki að iðrast í fjölmiðlum, mér finnst það ekki, sko. Hvað vitum við? Einmitt, og við vitum kannski dæmi þess að menn eru að iðrast og hafa iðrast fyrir þess sem það gerst, en þeir fara ekki með það í fjölmiðla en þannig að fólk kannski veit ekki svona kannski beint það, sko. En við höfum líka verið að hugsa, sko, ef að ég til dæmis er ekki tekin í sátt í samfélaginu, veist, hvað er til ráða? Það er bara rosalega einmitt, það er ótrúlega flókið, sko, og það er náttúrulega á bara við svo marga að og ég einmitt, sko, ég held að við eigum alltaf að reyna það, að finna, og sko, það hefur einhvern hver og einn að bera svolítið ábyrgð á því, sko. Já, og ég hef verið með ein spurningin hjá mér ber mér skylda til að upplýsa alla mína glæpi, er það? Ég held að þetta sé líka orðið, sko, einmitt, hvernig heimi lifum við, einmitt, sko, eins og þessi krafa sem þú segir, sko, að iðrast og svo við vitum, einmitt, við vitum svo lítið annað fólk, sko. Fólk býr sér til einhver ákveðna ímynd sem er náttúrulega bara mjög þekkt í öllum þessum samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og þetta er náttúrulega bara þannig tímar einhvern veginn að við getum alveg búa okkur til bara rosalega flotta ímynd eða rosalega lélega og það er kannski ekkert ekta þar. Þannig ég held að við erum ekki alltaf að leita eitthvað svona ekta sem bara kemur frá hjartanu og er bara svona alvöru. En nú ert þú í fangelsunum er svona svolítið misjafnir hópar. Það eru hópar sem að hafa það mjög erfitt og eru kannski svona, það kallast stundum að vera lægstir í stiganum. Hefur þú þurft að sinna þeim sérstaklega eða? Ekki sérstaklega, ég náttúrulega bara legg bara mjög mikla áherslu á það að ef að fólk óskar eftir minni þjónustu þá auðvitað kem ég og svo bara reyni að vera sýnileg. Þannig að það sé ekki háir þröskuldar allavega. Nei. En eins og með kvenfanga, er það öðruvísi að eiga við þau heldur en strákana? Ég hugsa sé það að einhver leiti, það er náttúrulega bara tölulega staðreyndir, það eru mjög fáar. Já. Þannig að ég náttúrulega veit einhvern veginn strax miklu meira hverjar þær eru og já, þannig að þetta er það meira að spjalla? Hvað segirðu? Er það svona meira að spjalla eða leita eftir aðstoð? Ekki endilega, sko, en já, þetta er, auðvitað svo er þetta svo miklu einstaklingar, þetta er náttúrulega, einmitt, það er svo erfitt að tala með þetta hópa, bara frekar en, ég meina við erum, já, það er kannski bara meiri munur milli einstaklinga heldur en að það sé snúst kyn, sko. Eftir afplánun, get ég orðið prestur eftir afplánun? Ég veit ekki annað, en þetta er mjög góð spurning, ég er alveg, ég hlýtur að vera. Ertu ekki svona að vera prestur? Nei, ég er bara svona, ég er bara til að fræða. Já, ég er bara að því að það er verið að ræðum að reynt raka vottorð í alls konar störfum. Já, heldur betur, þú erum búin að vekja athygli á því, sko, En hefur komið einhvern tímann upp eins og með dánaraðstoð í fangelsum? Ætti að aðstoða fanga við það ef þeir myndu óska þess? Þá meinarðu? Dánaraðstoð, ef þeir eru veikir eða vilja ljúka, vilja ekki klára þetta? Já, það er náttúrulega bara ekki samkvæmt neinum reglum, sko. Nei. Og það lögum hjá okkur. Nei. Að því við erum ekki í Sviss, sko. En hvað núna, er eitthvað sem þú myndi vilja breyta af því sem þú séð á þessum stutta tíma, veist, í kerfinu? Svona eitthvað sem þú séð bara? Já, og ég held, sko, ég finnst til dæmis vanta betri aðstöðu bara til þess að vera í næði og hitta fólk. Mér finnst vanta svona að sé afmarkaður staður og ég veit að það er að vinna í því og ég fekk einmitt að segja mitt álita á hvað mér finnst vanta og bara sá það strax að það var eitthvað sem mér fannst skipta máli og sko, það þarf ekki að vera eitthvað sérstakt rými endilega en það sé bara ákveðið samt að ég meina ekki sem sé bara fyrir prestin heldur að fleiri geti nýtta en mér finnst vanta betri aðstöðu fyrir bara þessi prívat samtöl. Á milli fanga þá eða fagfólks? Já, þá er ég meina hugsun fyrir fagfólki. Það sé bara betri svona viðtalsaðstæða. Sigrún, hér ætla ég að segja amen.
takk kærlega fyrir komuna. Gaman að koma, takk. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og hlakka til að sjá ykkur í næsta þætti.